Jæja, fallega fólk, við förum úr sterkustu konunum yfir í drottninguna. Það hún Saga Geirdal, Saga Jóns, ég þekki hana betur, sem komin í sófann til mín. Vertu hjartalega velkomin. Takk fyrir. Stelpa. Ég ekki með kórónu. Þú ert ekki með kórónu? Nei. En þú brosir í gegnum tári. Já, hún ekki bara hjá fagaðila í púsningu? Jú. Er það ekki? Jæja, Helli mín, hvað öll þekkjum við þig, búin að hlæja með þér og gráta með þér, margsinnis á leiksviði og víðar. En hvað ertu bara þessa dagana? Það nú ýmislegt. Já. En aðalega ég að leikstýra hjá VFMA, leikfélagi VFMA. Já. Alveg hreint dundrandi farsa, breskur farsi. Þau vildu endilega hreint setja upp farsa. En gaman. Já. Og ég fór dálítið yfir það með þeim, sko. Þetta væri dálítið erfitt og svona. Og já, við viljum prófa það. Geggjað, það bara sko, þú veist, þetta yfirleitt söngleikir og eitthvað, og það einhvern veginn skauta fram hjá försunum sem einhverju ómerkilegu. En það er kunst að leika farsa. Já, það nefnilega það, sko. Þetta mjög skemmtilegur og áhugasamur hópur. Dásamlegt. Já, mjög gaman. Veitu, hvað ætlaði að sýna? Í Gryfjunni á VFMA. Já, auðvitað. Akkurat. Ég hugsa, ég hafi nú leikið þegar ég var í VFMA, þá leikum við þar í Gryfjunni, það var fyrst sinn sem var leikið í Gryfjunni. Já. Það var mjög gaman. Það eru mörg ár síðan, Saga mín. Það eru 30 ár síðan. Það er mikið en hérna í Gryfjunni, þannig þeir eru búin að smíða leikmynd, þannig þið geta skellt einhverjum hurðum. Já. Það er mjög mikilvægt í försum. Það komið. Þú ert nú vön, þú hefur nú skellt nokkrum hurðum á sviðið, það ekki? Já, það er svona, já. Og það er mjög gaman að leika í farsa, finnst mér. Já, það er það. Það er svona, maður fær svona instant gleði úr það. Já, það er svo gaman og sko, svo er líka svo gaman að leika alveg hinendan. Já. Alvöruna. Algjörlega. Það er einhvern veginn bara samt allt öðruvísi. Já, þú veist, þú farið ekki undir eins þú farið ekki strax klappið á bakið. Nei. Úr salnum. Það klapp kemur meira svona innanfrá. Það er einhvern veginn bara að gleyma sér og já. Það var mjög gaman þegar við vorum hérna hjá leikfélaginu með Blessa barnalán eftir Kjartan Ragnars. Það var alveg ótrúlega skemmtilegt. Það var svo flottar undirtektir og það rúlaði nú líka í dálítinn tíma, það ekki? Jú. Manstu hvað þið leikur margar sýningar? Nei. Ég man ekki þetta. Þú kannt bara ekki telja svona hátt? Nei. En hvernig er þetta sem þið eru með Blessa barnalán? Býttu nú við. Ætlar að fara að láta mig koma með einhverja tölur? Nei, við skulum sleppa því. Hvenær byrjar? Þú byrjar hérna, þú ert hjá leikfélagi Akureyri bara þegar það verður atvinnuleikurs. Já, ég var náttúrulega búin að starfa með þeim þegar það var áhuga leikfélagi. Já, áður en það fór yfir í þessa breytingu. Já, og það var stór áfangi. Já, það hlýtur að vera það. Verða atvinnuleikhús. Þú ert ein af þeim öxlum sem að báru það. Já, það var það voru ránir 10 leikarar. Já. Og það er dálítið annað heldur en í dag. Við vorum svo bjartsýn, sko. Já. Það átti bara að vera hérna ákveðin hópur af leikurum og starfsfólki og þetta átti að vera mótvægi við leikhúsin í Reykjavík. Og við ætluðum alltaf, það var bara aldrei talað hana, en að hafa þetta þannig, sko. Enda er það ævinlega draumurinn. Já. Það er bara guð hvað það var nú yndislegt. En hérna svo, þú ert búin að vera hjá Þjóðleikhúsinu leikfélagi Reykjavíkur og með mína eigin. Og svona rekið þetta eigið, Reyfi leikhúsið og guðmáta hvað. Þú flækst út alla Koppagrundu við að skemmta. Já. Fórst í uppistand? Nei, ég fór ekki uppistand. Þú átt það eftir? Nei. Nei, þú ætlar ekki að gera það. Ég á ekki von á því. Akkur ekki? Nei, ég var reyndar með svona smá atriði, það var skúringakelling sem ég þvældi svolítið með en ekki mikið. Já. Það þurfti alltaf að vera að semja og nei, það var ekki. Þú svona átt þinn Eirík Fjalar. Þú átt þína persónu sem þú nýttir í þetta. Já. Varstu þá ásatíma Þorrablótum eitthvað svoleiðis? Já. Hvernig var það? Það var mjög gaman fannst mér. Já. En erfitt. Þetta er ógeðslega erfitt. Já.
Þetta er alltaf, þú ert alltaf einhverju jarðsprengjusvæði. Já, og svo erfitt að þurfa að vera alltaf að semja nýtt og læra nýtt og... Já, akkurat. Og vera svona current og vera svona í takti. Já, því ég reyndi sko að fá alltaf upplýsingar frá hópinn sem að ég var að skemmta fyrir til þess að geta baunað á þau og... Til að geta gert þetta pínu lokal. Já, gerði það þannig. Auðvitað. Það er náttúrulega mjög mikilvægt einmitt að geta gert grín að réttum aðilum á staðnum. Já. Svo var náttúrulega ægilega gaman og mikil reynsla fyrir mig að vinna í Þórskaparett með Gísli Rúnar setti það upp til dæmis einu sinni. Já. Og með Latta og Jörundi Guðmunds og Júla Brjáns og fleiri. Þetta var... Þessum drepleiðilegum mönnum. Já. Segðu. Komið einhver í verk? Þú ert nú ekki mjög leiðileg sjálf, þannig að ég meina, hlóðu ekki bara? Ég átti mjög erfitt með mig stundum. Sérstaklega ég var að leika móti Latta. Það var svo erfitt að hafa. Ég trúi því, ég rengi þig ekki, sko. Það hlýtur að vera erfitt að halda andlitinu þegar fólk, tala ekki þegar fólk er, þú veist, aldrei að segja það sama. Já, einmitt. En sko, ef þú nú ert þú búin að vera, við ætlum ekki að nefna neina tölur, en þú ert búin að vera lengi í bransanum og koma alls staðar við í þessum bransa. Ef þú svona horfir yfir, hvað hefur svona mótað, þú veist, þína vegferð, svolítið? Já, það er sko dálítið svona skemmtilegt þegar maður hugsar tilbaka. Já. Að ég er náttúrulega búin að vera var þarna svo mikið hjá Leikfélagi Akureyrar og ætlaði bara alltaf að vera þar. Og ætlaði aldrei að fara frá Akureyri til dæmis. Nei. Ég ætlaði það ekki. Nei. En svo gerist það að mér er sagt upp. Og það gerist náttúrulega þegar að það koma nýjir leikhússtjórar og svona, þá er það gjarnan að þeir vilja fá sitt fólk. En reyndar var það þannig að hann hafði heimsótt mig, sá sem var að koma, og sagði við mig að ég væri númer 1 á listanum yfir leikara sem hann vildi hafa. Þannig að ég var nú bara róleg. Okay. Og allt í lagi með. En svo samþykkti stjórnin það ekki að ráða mig. Já. Sem ég var enn meira undrandi á því þetta voru bara vinir mínir, fannst mér sko. Já. Og þá einhvern veginn gat ég ekki hugsað mér að vera á Akureyri. Nei, ég skil. Já, allavega samþykkti ég að fara suður í hálfan mánuð. Í hálfan mánuð? Já, ég ætlaði bara aðeins að kanna þetta. Já, það tók hvernig Reykjavík væri bara. Já. Og eitthvað eilingdestu? 24 ár, held ég. Ok, það er aðeins meir en hálfan mánuð. Hálfan mánuð. Já. Og svo bara gerist það, svo fer ég aftur norður og það er mér aftur sagt upp í Leikfélaginu og þegar Siggi Hróars var hérna leikhússtjóri, þá hafði hann samband við mig. Já, var ég nýbúin að segja upp í Borgarleikhúsinu. Já. Og og þegar hann hættir, þá er mér sagt upp og svo er mér sagt upp enn og aftur, sko. Já. Og ég var orðin dálítið vön þessu, sko. Já. Auðvitað, sko, mér fannst það langerfiðast í fyrsta skiptið. Já, eðlilega. En þegar ég lít tilbaka, þá var þetta það besta sem kom fyrir mig. Sko, ég hefði aldrei í lífinu viljað missa af öllu því sem ég gerði fyrir sunnan. Nei. Og öll tækifærin sem ég fékk og allt þetta góða, yndislega fólk sem ég kynntist og var að vinna með og þetta, sko, aldrei. Ég er eilíflega þakklátt fyrir þessar uppsagnir. Þó það hafi verið auðvitað erfitt tíma en það bara einhvern veginn, þá tók ég alltaf uppeyju. Já. Blessan er komin að stundum með undarlegum duðleikjörfum. Já. Í síðasta skipti sem maður var sagt upp, þá flutti ég til Danmerkur. Í alvöru? Já. Og hvað varstu að bresta þar? Já, kallinn minn fór í skóla. Já. Og við vorum í Óðinsi og þá ákvaði ég að skella mér í nuddnám í Kaupmannahöfn. Eins og maður gerir? Já. Var það ekki fróðlegt? Jú, þetta er bara búið að vera alveg ótrúlega skemmtilegt og svo margt, bara ótrúlega margt sem ég hef fengið að fást við. Já, þú hefur náttúrulega verið blessuð með dásanum við hlutverkum og svo hefur leikstýrt mjög mikið. Ég veit að þú ert að leikstýra núna, en þú leikstýrt líka utan landstyrna, eða ekki? Jú, ég var held í 4 sinnum í Færeyjum. Aha! Og það var... Hvað, sjónleikafélagið? Nei.
Já, sjónleikarafélagi Klagsvíkur. Já, akkurat. Talarðu færisku? Næ. Nei. En ég reyndi að skilja það og taka svona orð og orð, sko, það er stútlíkt og eitthvað svona. Alltið svo stútlíkt, alltið svo gaman. Já. Það er stórkostlegt að hlusta þau að tala saman. Já. Það er unaður. En hvernig fannst þér að díla við nú þekki ég það að Færeyingar, þeir kunni ekkert endilega á klukku. Eða allavega, það er mín upplifun að stundvísi sé... Sko, það gekk nú bara ágætlega. Okay. Hins vegar, sko, allt sem snera því að vinna í leikmynd og búningum og svona, og það var gjarnan sagt, já, þetta verður komið, sko, eftir 2 daga eða eitthvað, og það bara liðu vikurnar, sko. Jesús minn. Það var bara, ég segi ekki vikur. Já, en þeir hefur liðið þannig. Já, þetta var allt mjög seint. Og leikstjórinn farið oft með ærulisbænuna. Já. En þetta gekk allt mjög vel og ég bara svo yndislega heppið með það. Ég náttúrulega var með flott fólk og sýningarnar gengu 2, allavega í 2 skipti, Emil í Kattholti og Þrekk og Tár. Já. Það gengur svo vel að hún var flutt frá Klagsvík yfir í Norræna húsið. Jaha. Þær voru fluttar þangað. Já, ok, dásamlegt. Og við hefðum getað haldið hann fram með Emil í Kattholti alveg, sko, í 10, hvað? Alveg þá til hann var 30. Já, það var ótrúleg aðsókn. Já, frábært. 2 á dag. Það er stórkostlegt. Já. Nú færi ég ekki til risvagnar, sko. Þetta er stórkostlegt. En svona að lokum, sko, úr einni stundvís yfir í aðra, hvernig berðu verkmannskellingum söguna með það? Eru þau dugleg og stundvís og leggja sér fram? Já, þau eru mjög dugleg. Já. Þau eru kraftmikil og áhugasöm eins og ég sagði áðan Og flink? Já. Og sum hver, en sum eru náttúrulega óvön, þau hafa kannski aldrei verið að leika. Nei. Og það eru meiri vinna. Já, sjálfsög. En þú ert þarna að móta listamenn framtíðarinnar? Já, sum þeirra heyri ég að hafa áhuga á því að leggja þetta fyrir sig. Ok, dásamlegt. Leiklistina og þannig að ég er nú svona að segja þeim frá reglunum í leikhúsinu og þetta verði að vera svona og svona og... Já, þú nú er reynslubanka, það er akkurat þannig. Það er dásamt fyrir þau að hafa þig. Já, ég vona það. Ég fari ekki illa með þau. En mér skil ég kalla. Saga mín, ægilega var nú gaman að fá þau og gott og notalegt. Takk fyrir mig. Og bara, og poi, þegar þú frumsýnir. Takk.